velkomin á broadcast í þáttinn minn Axel Pétur. Ég hef nú verið svolítið upptekinn, ekki beint að sjálfu mér, heldur fjölskyldunni og allt í góðu lagi með það. En það hefur eins og segja gárungarnir, að þá og lítið að gera í samsæringabransanum orðið núna nema þetta told you so moment. Það eina sem við erum að gera núna, bara I told you so. Núna var til dæmis það sem ég var búin að segja, að muniði fólki sem var brennt inn í Odessa. Þar voru 50 manns held ég myrtir af þessum úkraínsku glæpamönnum, og nú var að koma Evrópudómstóll með staðfesting á því að þetta hafi verið glæpaverk, og hvort kölluðu þetta glæpi gegn mannkyni eða eitthvað slíkt. Og það að koma í ljós núna að þetta stríð í Evrópu, í Úkraínu, ein stór svikamylla. Og það sem að maður munið, það búið að vera að tala í 3 árum að þetta séu eitthvað 50 sem hafa fallið. Og nú eru menn að tala að það sé í jafnvel yfir 1 milljón sem hafi fallið. Og fólk, mæður í Úkraínu, eru áhyggjufullar þær eru mjög reiðar því að synir þeirra og eiginmenn og frændur koma líffæralausir af vígvellinum. Þannig að það einhver mega business í gangi á vígvellinum að hreinsa upp líffærin úr föllum hermönnum. Og núna í Kursk þá eru Rússar búnir að umkringja mikið af hermönnum, mikið af þeim reyndar málaliðar frá öðrum löndum. Og Rússar hafa lýst því yfir að þeir munu Úkraínu hermenn þarna sem á staðnum, þeir hafa tvennt að velja. Það að gefast upp eða deyja. En hins vegar málaliðar sem þarna eru, Rússar lýsa þeim yfir sem hryðjuverkamenn. Endar hafa þeir verið að myrða hóparætta borgara að miklum krafti, bæði allir inn í Úkraínu sjálfi og þarna í Kursk sem Rússland í raun. Og allt þetta kjaftaði á Vesturlöndum, ég veit ekki hvernig ég get lýst þessu. Það bara eins og vitglóran hafi fókið úr vestrænum leiðtogum og þar með talið þeim íslensku. Það verið að henda skriljónum inn í þetta handónýta fyrirbæri. Og menn meira sér ennþá að segja þetta byrjaði bara hann 2022 þegar þeir réðust inn 24. febrúar, en alveg sjá ekki neitt samengi aftur í 2014 eða jafnvel fyrr. Þannig að ruglið alveg í hámæli. Og svo hafa Rússar orðið fyrir öllum þessum viðskiptaþvingunum, og þær eru alveg rosalegar, og það eru yfir $300 billion sem Rússar eiga þarna í Evrópu, sem voru ímynd á greiðslur fyrir ráður eins og olíu eða sjálfgjafa málm eða eitthvað slíkt. Og Evrópuríkin bara tóku þetta og eru svo að lána Úkraínumönnum úr þessum sjóði eða arði af þessum sjóði til að berjast við Rússa. Og þetta náttúrulega alveg fáránlegt. Og þetta þýðir náttúrulega að það kemur enginn með peninginn í Evrópu. Ég meina einhverju Sádi-Arabar eða einhverju, þeir kom ekki nálægt Evrópu. Þetta lið bara í einhverju rugli. Og svo var þarna leiðsla sem að flæddi frá Rússlandi til Þýskalands
mjög ódýr olía sem var eiginlega bara undirstaðan undir þýska iðnaðinum. Og svo núna fyrir stuttu þá voru þau þarna vitleysingarnir að skera á rafmagn frá Rússlandi til held ég að vera Ísland eða eitt af þessum löndum þarna undir Finnlandi. Og samdægurs eða daginn eftir það þrefaldaðist raforkuverð á svæðinu. Og það er bara þetta er einhvers konar sjálfsmorðskúltúr í Evrópu. Það er bara búið að loka öllum orkuvinnslu, hvort sem að nema þessum vindrellum og sólar einhverjum svona óstöðu rafmagni. En þeir eru bara búin að vera að loka sko stórtækum kjarnorkuverum og ekki að byggja neitt nýtt. Og það er eitt hérna í Svíþjóð, eitthvað smá orkuver með svona nýjum kælitækni og fleiri stil sem er reynda mjög sniðugt. Það eitt breytir engu, það er að byggja 20-30 svona bara helst strax. Og og Evrópubúar eru semst alltaf að skjóta sig svona í fótinn og eru fannir að haldra nokkur hressilega og kenna alltaf Rússum þetta. Og þeir hafa allan tíman frá fallið Sovétríkjanna verið með útrétta henda, vilja semja og vildu meira sjá koma í NATO og vildu bara hafa frið. En Vesturveldin eru bara búin að koma þannig fram, eins og með Minsk 1 og Minsk 2 og svo var hvað var Istanbul í Tyrklandi, samningur þar, Istanbul samningur held ég sem kallaður. Og hann náðist reyndar ekki að undirritast en hann var alveg tilbúinn sko. Og út úr þessu kom bara ein allsherjar vitleysa skal ég segja ykkur, Vesturveldin stóð ekki við neitt og meira sem voru það að hrósa sér að því. Þau voru svona við gerðum samning og við vorum bara að byggja upp herinn og algjörlega svíkja þau sko. Og svona hrósa sér að því. Bara við erum svo klár sko. En Rússar þeir einfallega settu bara sirkilinn á, já þetta er vefsíðan mín, Hoax, sem ég þykir nú svolítið vænt á ensku og íslensku. Og voru þeir að tala sko að Rússar eru búin að ákveða að taka sig meðfram þessari á og þetta hér líka, upp í Moldóvu, er þetta ekki Moldóva hérna? Þeir eru bara einfallega búin að ákveða að gera þetta svona. Já, þú varst að hlusta á brot úr þætti sem að ég gerði fyrir broadcast.is og hvet alla til þess að horfa á restina af myndbandinu sem að er vonandi mjög áhugavert. En til þess þarftu að fara inn á broadcast.is/áskrift eða fara bara inn á broadcast.is og það er hnappur efst sem segir áskrift. Og þar vil ég hvetja þig til að gerast áskrifandi, ási og styrkja þar með innlenda þáttagerð og frjálsa fjölmiðlun af bestu sort. Og ég vil þakka þér fyrir að koma við og vona bara að við sjáumst fljótt aftur með áhugavert og jafnvel þarflegt efni inn í umræðu á Íslandi. Takk fyrir og verið sæl.